Já, nú bregðum við okkur aðeins út úr húsi í tilefni af því að verslunarmiðstöðin Norðurtorg fer ört vaxandi og á morgun verður opnuð þar ný bónusverslun en einn hlekkur í þeirri fallegu gulu keðju og hún Ásthildur okkar Ómarsdóttir brá sér auðvitað á staðinn og tók aðeins púlsinn á mönnum og málefnum. Af því það komið ný stór búð hérna, ætlaði að loka einhvers staðar annars staðar? Nei, það er engin ákvörðun verið tekin slíkt. Við ætlum að láta bara kúnnan dæmi það og við ætlum bara að sjá hvernig viðbrögð verða hér og við höfum fulla trú á þessari staðsetningu til framtíðar að hverfið eigi eftir að stækka hérna mikið. Já, þessi bónusbúð er auðvitað náttúrulega fyrsta verslunin sem við erum að opna í nýja lúkkinu. Það er náttúrulega urðu breytingar í nóvember 2021 hjá okkur þar sem við breyttum svolítið yfirbragði myndmerkis og orðmerkis bónus og fórum í svona öðruvísi áherslur þar. Og þessi verslun er nýjasta verslunin í rauninni sem við opnar þóttu við höfum breytt Smáratorgi á Skeifunni og öðrum verslunum að utan. Og það var þessi verslun sem er að opna alveg glæný með þessu nýja lúkki. Og þetta er svona bónus framtíðar, má segja. Nú þið í samstarfi mikið af fyrirtækjum í kringum Akureyri og á Akureyri. Hvernig sér það þróast? Við viljum versla eins mikið og við getum í heimabyggð og í nágrannabyggðarlögunum og í dag er það þannig að stórir birgjar hjá okkur eru Kjarnafæði, Norðlenska, Kristjánsbakari, Mjólkursamlaði hérna og svo aðeins út fyrir bæinn og þar er Kaupfélag Skagfirðinga. Þetta eru allt gríðarlega stórir viðskiptavinir hjá okkur þannig að við erum að kaupa mjög mikið af vörum í nærumhverfinu. En við getum líka gert betur og það sem vekur líka athygli hjá mér að það skuli ekki vera meiri útirækt í grænmeti á þessu svæði. Eina sem við kaupum hér og er framleitt á þessu svæði eru kartöflur og við óskuðum eftir því í fyrra að fá bændur í viðskipti með gulrætur, hvítkál, kínakál, svona útirækt sem er tiltölulega auðveld. Og ég held að séu gríðarleg tækifæri fyrir norðlenska bændur að skoða það möguleika. Allavega erum við hjá Bónus tilbúin til að kaupa allt sem okkur stendur til boða þar. Bónus hefur í rauninni haft umhverfisvæna stefnu mjög lengi þótt að við höfum kannski ekki verið nógu duglega að láta vita af henni. Við höfum verið að flokka staðfast bara í öll þessi ár sem við höfum verið til, 33 ár. Við erum núna komin upp í endurvinnslu hlutfall sem er nálgast 80% af öllu sem fer inn í gegn, sem er bara alveg rosalega gott. Og mikið af þessu er náttúrulega pappi og það má segja að pappin er náttúrulega svona tæki sem er umhverfisvænn en því að ef þú endurvinnir hann líka og við fáum náttúrulega líka það er fjárhagslega hagkvæmt líka að flokka pappa. Og þetta er það sem þið sjáu innar þá sjáu þið í rauninni að við erum að flokka þetta mjög vel og í þessari verslun þá dettur þetta bara beint niður í flokkunarlinu og ýmislegt annað sem við erum að gera í þessu leyti. En einnig hefur Bónus náttúrulega verið að líka sporna gegn matarsóun. Við höfum alltaf verið að gefa verulegan afslátt af vörum sem eru á síðasta neysludegi eða útlitsgalla. Og svo erum við náttúrulega líka, má nefna það að árið 2018 þá vorum við fyrsta matvöruverslun á Íslandi sem kolefnisjafnaði reksturinn sinn og höfum gert það síðan og það er líka alltaf stórt skref að reksturverslanirnar sé í rauninni umhverfisvænn í því leyti að við kaupum tré í gegnum kolfið og plöntum þeim og svo eftir einhver ára þá byrjar þetta að binda náttúrulega kolefni úr andrúmsloftinu og þau áhrif sem það hefur á hverju ári hjá okkur. Þannig að þetta er allt svona á réttu vegi með umhverfismálum. Af hverju veljið þið Norðurtorg á Akureyri? Þegar við skoðum þetta svæði þá leist okkur strax mjög vel á það og þá sérstaklega hvað aðstæðan var til fyrirmyndar. Næg bílastæði og hugmyndir hraðhleðslustöðvar, hugmyndir þjónustumiðstöð þar sem aðstaða fyrir ferðamenn, klósettaðstaða til fyrirmyndar. Og þetta var allt sem kitlaði okkur mjög og svo líka svo staðreynd að við vorum að loka búð í Reykjavík síðastliðið haust. Við misstum húsnæðið okkar á Korputorgi sem var búð af svipaðri stærð og þessi og við áttum í rauninni alla innviði
Þannig að við gátum notað það allt hérna. Það var bara endurmálað og endurnýtt. Þannig að þetta bara hentar vel inn í okkar hringrásarkerfi. En eins og ég sagði áðan þá er staðsetningin frábær og til framtíðar. Og við lítum á þetta svona sem áningarstaða fyrir okkar viðskiptavini úr nágrannabyggðarlögunum. Þannig að já, við horfum til framtíðar hér, björtum augum. Og hvað þið stoltastir af varðandi þessa búð? Ég myndi nú halda að væri umhverfismálin. Til dæmis eins og við erum með hérna Kolsýra CO2 kælimiðil, náttúrulegan og hagkvæman kælimiðil og sem er framtíðarlaust og Bónus er að smá feta sig í því og svo erum við með LED-lýsingu sem er mjög mikill sparnaður í og bara þessi hlutir kolsýra, LED-lýsing og lokur á fristum, hurða fyrir kælum erum við sko með eldri búðir erum við svona 40–50% orku sparnaði og kælimiðillinn í dag er loftkældur og í gamla daga var þetta að nota vatni. Til dæmis þessi búð hérna væri aldrei að nota minni en 2500–3000 rúmmetra á mánuði. Síðan svo í þessari búð eru svona 25 kílóvatt sem við erum að blása út í lofti sem við þurfum að fara að beisla. Og það er í vinnslu, að fara að nýta það í snjóbræðslu eða eitthvað. Okkar motto er, það sem ég lærði að Jóhann segði mér í Bónus, að við frumsýnum bara einu sinni. Og sú frumsýning, hún stendur ekkert bara einn dag, hún stendur í marga vikur og mánuði. Og síðan er annað, þegar að vera að afhenda húsnæði og ég er búinn að vera í þessu það mörg ár, menn segja, heyrðu, það er 90% búið af verkinu en það eru samt 50% eftir. Og menn þurfa að klára hlutina og það er þessar svona frágangur sem kemur öllum á óvart.